en Orri komst ekki. En Helgi ætlar að gera grein fyrir heimildum fiskveiðar á miðöldum sem benda til þess að þó að fiskveiðar hafi verið mikilvægar frá öndverðu þá hafi vetrarvertíðarmynstrið ekki verið komið á fyrr en 1400. En fyrir þann tíma margt sem bendir til þess að veiðar úti fyrir Norðurlandi hafi verið hlutfallslega þungt, en jafnframt að skipulag veiðanna, vertíðir og vinnuafl hafi verið með öðrum hætti en síðar var. Gjörðu svo vel, Helgi. Já, komið blessuð. Það gaman að fá að vera hérna. Að vísu stóð til ekki að ég væri hérna með Orra, heldur að Orri væri hér. Svo þurfti hann að vera erlendis, þannig að hérna ég fékk þetta tækifæri til að hlaupa í skarðið, sem ég þykir nú vænt ekki síst vegna tilefnisins sem tengt Kristjáni Eldjárn. En það sem við Orri erum að gera, við erum að skrifa saman grein, langt komnir, þetta efni, vertíðarmynstur miðalda, sem við skrifum út frá ritheimildum. Þess vegna ég með. Við komumst að því í sumar að við hafðum hvor í sínu lagi verið lengi með þetta á prjónunum, vorum báðir svona það bil að fara að dusta því rykju og reyna að skrifa grein, sem átti að verða með sömu niðurstöðu hjá okkur báðum, þó við nálguðumst úr svolítið ólíkum áttum og ekki út frá alveg sömu heimildum. Svo að við bara rugluðum saman reitunum og erum að skrifa þetta saman. Vertíðarmynstur, þá meinum við hvaðan var róið og á hvaða tímum árs. Og það var auðvitað róið allt í kringum landið, en á síðari öldum langmest frá Suðvestur- og Vesturlandi og allra mest frá Suðvesturlandi á vetrarvertíð. Og það það sem við höldum fram að hafi ekki verið alltaf eins. Spurningin þetta mynstur, þetta vægi landshlut og þetta vægi vertíða, hvað gamalt það Og frá 15. öld hlýtur það nú að vera. Við höfum skjal frá 1490 sem sýnir að það mikið mál að vita hvenær vetrarvertíð lýkur, lokadagur mikilvægur. Og það þýðir að það meira gert út á vetrarvertíð en vorvertíð. Það eru margir sem eiga að fara heim eftir lok vetrarvertíðar, þá þarf að vera á hreinu hvenær. Svo að vægi vetrarvertíðar, minnst að kosta á Suðvesturlandi, það frá því fyrir 1500. Hvað áhrifasvæði þessarar vertíðar útgerðar orðið stórt, það sjáum við best þegar Jón Arason var hálshöggvinn. Þá var bara sjálfsagt að vorið eftir kæmu Norrlendinga frá Eyjafirði, Skagafirði, suður að Faxaflóa á vertíð, svo margir að þurfti ekki að senda það vopnað og þá var það aukabúgrein eða meðafli að leggja undir sig landi með vopnavald í leiðin. Þannig að fyrir 1500 þetta komið svona nokkurn veginn í seinni alda horf, en þar með ekki sagt að það hafi verið frá upphafi. Við freistum svolítið til þess sagnfræðingar og jafnvel raunvísindamenn líka gera ráð fyrir þetta hljót hafi verið alltaf eins og jafnvel að menn sveigja túlkun sín á ritheimildunum í þá átt. Ekki allir, ekki Gunnar Karlsson í nýlegri bók Lífsbjörg Íslendinga, þar sem hann fer yfir ritheimildir og staðfestir það sem svo sem gömul lumma minnst að kosta út frá Íslendingasögum. Það út af fyrir sig benda til þess að útgerð hafi verið á Snæfellsnesi, Breiðafirði, kannski Vestfjörðum, segja ekkert þetta vertíðarsvæði hér á Suðurlandi og það svona gamalt umræðuefni í sagnfræðinni að þetta eitthvað að marka, þetta ekki tilviljun, vil svo til að byggjuhöfundur, lagstæluhöfundur hafa áhuga á að segja þetta, en þegar við lítum á fleiri tegundir ritheimilda eins og Gunnar gerir, þá ber alltaf sama brunni. Það sem við Orri skoðum eru landnáma, Íslendingasögur, samtímasögur, fornbréf, annálar, miðaldaannálarnir
og máldagar, ekki síst. Það er flóknasta og kannski nýstárlegasta athugunin á máldögum. Þetta er Landnáma, allt sem hún segir fiskveiðar. Og þetta eru 6 fróðleikskorn. Kvíarmið og Ísafjarðardjúpi, það þykir mér mjög merkilegt vegna þess að það skyldi gefa til hver bóndi í Ísafjarði, sem þetta eru mið sem róið á ekki frá einum bæ, heldur heilu héraði. Þegar þetta er skráð þá hafum við þá hugmynd að við Ísafjarðardjúp sé útræði á sameiginlegu fiskimið. Vestmannaeyjar hins vegar, áður var þar veiðistöð og lítil vetursetið engin, við trúum þessu nú kannski ekki eftir uppgröftin í Herjólfsdal, en það skiptir ekki máli. Lygasögur eru svolítið eins og leikföngin, þær geta verið nákvæmspeglun á veruleikanum eða miður nákvæm. Veiðistöð, Landnáma sjálf, þar sem hún talar Grindavík, gerir greinarmun á veiðum og fiski. Veiðistöð þarf ekki að vera fiskveiðiver. Það er margt hægt að veiða í Vestmannaeyjum og ef við hugsum okkur Vestmannaeyjar án vetursetu en þær eru nytjaðar sem veiðistöð, er það þá ekki svona Drangeyjar útgerð eins og við þekkjum frá seinni tíð, þar sem aðalatriðið er fugl og egg. Jú, sjálfsagt róið líka, en ætli menn hafi róið á þeim árstímum sem ekki var, sem sagt, voru fuglannytjar og vetrarvertíð í Vestmannaeyjum án vetursetu. Nei, Landnáma er ekki hugsa vetrarvertíð. Landnámu, það er svona atvinnuveikleiki hjá sagnfræðingum að taka meira mark á landnámu en Íslendingasögum, en þetta eru heimildir mjög af svipuðu tagi. Hér eru Íslendingasögur og þetta er nú bara úrval, það er nefna fleiri en þetta, en þannig er Breiðafjörður mest áberandi. Á Vatnsnesi, Oddur, bandamannasögu, réðst í sveit með vermönnum og er með þeim þau misteri í fiskiveri, örugglega saga, en sem sagt gert ráð fyrir því að Vatnsnes við Húnaflóa sé eðlilegur staður fyrir fiskiver með langtíma búsetu, sem er svolítið sérkennilegt. Það myndu menn ekki ímynda sér á 18. öld, 17. öld. Grímsey er áberandi í miðaldaheimildunum. Þar er 30 skipa floti á sjó einn daginn, það er vallaljótssaga, og nú skiptir ekki máli hvort frásögnin er sönn í sjálfu sér, en sem sagt þarna er eyfirsk saga þar sem er gengið út frá því að það sé bara eðlilegt að Grímseyingar séu með 30 báta á sjó. Það er einhver sem þekkir Grímsey sem útgerðarstöð. Þó að Grímsey sé þetta veiðistöð líkt á Vestmannaeyjum, það er margt bjargræðið. Þetta eru samtímasögurnar. Örin, fiskimenn bjargar skipbrotsmönnum, þar er missögn milli Sturlungu og eins af miðalda annálunum hvort ákveðinni áhöfn á kaupskipi var bjargað upp í fiskibát frá Vestmannaeyjum eða bjargað í land í Selvogi. Og sem sagt, ef það væri bara önnur frásögnin til, þá myndum við segja að þarna er þó minnst að kosti pottþétt staðfesting af því að Vestmannaeyingar róa á sjó, en heimildir rekast á. Grímsey er þarna aftur föngflutt. Þetta er að vísa ekki úr Sturlungu, þetta er úr Heimskringlu, þetta er úr ræðu Einars Þveræings. Við lítum á hana sem samtíma heimild úr íslenskri pólitík og Sturlungaöld og að útlendur konungur, það megi ekki gefa honum Grímsey því að þar megi fæða hermanns ef ekki eru flutt föng, ef þaðan er ekki flutt föng, það er til fæðum á hafa. Staðfesting á því að á 13. öld þá er það frægt, Snorri Sturluson veit það frá bróður sínum Eyfirðingnum,
að úr Grímsey eru flutt matvæli í stórum stíl. Matvæli, það getur verið ýmislegt, þarf það að vera skreið, 30 bátar og sjó í Valliljótssögu, maður tengir þetta saman. Snorri að hugsa að minnstu kosti að hluta til skreið. En þarna á Norðurlandi Sturlungar full af því að menn að flytja skreið, kaupa föstu mat. Föstu matur, væntanlega skreið, að vísu mátti borða hval, sel, það var mörg sjókindin sem mátti borða föstuna þess að það teldist kjöt. En þegar talaður verslun með föstu mat, víst ég við að það sé yfirleitt skreið. Þetta eru svona sem þessi korn úr heimildum sem við erum að fara í gegnum og setja saman og þetta finnst langt mest á norðanverðu, norðvestanverðu landinu. Fornbréfin, það sama dreifingin, þar sem fornbréf tengjast ákveðnum verstöðum, þá það meira á Vesturlandi og Norðurlandi heldur en á Suðurlandi, jafnvel svolítið á Austurlandi. Ég tek nú þarna bara eitt dæmi upp úr fornbréfi. Það Hólabiskup í einhverju dularfullu viðskiptabralli við enska sæfarendur og hann kaupir hálft skipið af þeim og borgar með 12 lestum skreiðar. Manni finnst það kannski ekki mikið en lest þýðir ekki tonn. 15 lestir eru skipsfarmur, minnstu kosti hjá öðru setti af enskum kaupmönnum og hann á að borga 6 lestir skreiðar á ári, 2 ári í röð. Það myndi þýða eitthvað meira en 100 tonn af þorski upp úr sjó hvort árið, sem verkaður til útflutnings, væntanlega á Norðurlandi. Maður ekki hissa þó að Viðeyjarklaustur eða Helgafellsklaustur gerði svona samning, en Hólabiskup. Og seinni öldum þá sér maður einokkurna tímanum skreið flutta út eitthvað örlítið frá, nokkuð í stórum stíl, frá Suðurlandi, Vesturlandi, ströndum, eitthvað örlítið frá Skagaströnd, jafnvel Hofsósi. En ekki það ráði. Þannig verið að verka virkilega útflutningsskreið á Norðurlandi í nokkuð stórum stíl og maður hissa, það á ekki vera hægt. Vertíð þarna á sumru og hausti og það maðkaflugu tímabil og hvernig var þetta yfirleitt hægt. En það gert. Annálar, fyrir líka í gegnum annálana, hafið gefur, hafið tekur. Annálar seinni alda eru fjölfróður það sem hafið gaf, 10. hvort hlutir voru góðir, rýrir eða í meðalagi hvert ár. Miðaldaannálarnir segja ekkert frá því sem sjórinn gaf, en af og til frá því sem hann tók. Til dæmis, 1331 í Vestmannaeyjum eru fleiri annálar með sömu fréttina, en nákvæmasta útgáfan svona, manntapi í Vestmannaeyjum, dagsetning á latínu sem þýðir 5. mars, og það fórust 50 karlar, 3 konur og 3 börn. Þetta eru margar skipshafnir sem farast í einu áhlaupi. Það var til síðar að konur væru sjómenn, en þá eru þær ekki með börnin, konur og börn. Þarna þýðir að það eitthvað meira en bara áhafnir í fiskiróðurum sem ferst. Þær verða að flytja fólk. Og þá líklegast að það sé verið að flytja vinnuafl út í eyjar í byrjun vertíðar og einhverjir taki með sér fjölskyldu. Þannig að þetta vísbending að þetta algjör staðfesting á því að minnstu kosti í Vestmannaeyjum byrjaði að gera út á vetrarvertíð, ekki síðar en þarna fyrir hluta 14. aldar. Það vísbending að vetrarvertíðin byrji heldur seinna en hún gerði á síðari öldum, sem sagt ekki í lok janúar, byrjun febrúar, heldur í byrjun mars, úr því að það eru konur og börn á þessum skipum. Máldagar, það langflóknasta rannsóknin, en í máldögum kirkna þá allvíða getið einhverja sérstaka tekjustofna, annarkvort kirkjunnar eða prestsins, prestanna í Vestmannaeyjum,
einhverja sérstaka tekjustofna sem tengjast sjávarnytjum. Í Grímsey, fugli, víða, útgerð, kirkja á útræði einhvers staðar, kirkjan á að fá gjöld af verðmönnum einhvers staðar og svo framvegis. Og þetta hefur orðið farið í gegnum landið kring. Það er ekki til náttúrulega máldagar frá hverri einustu kirkju en langflestum. Þannig að hér eru heimildir annars eðlis en hinar ritheimildirnar. Það er tilviljun hvað er nefnt í Íslendingasögum, það er tilviljun hvaða sjóslys koma fram í annálum. Þau hafa því miður örugglega verið miklu fleiri. Hinar ritheimildirnar, þær sýna augnabliksmyndir, þær eru einhvers konar lítið úrtak og við vitum ekki hversu rétt úrtak. Máldagarnir eru skipulegar heimildir þrátt fyrir fáein göt. Mynd máldaganna af sjávarútvegi, hún er samskonar eins og til dæmis mynd jarðabókarinnar í byrjun 18. aldar, þar sem hægt að sjá kortleggja það hvar skipsáróður fylgir leigujörðum. Og það mætti fara í gegnum jarðabókina og afmarka sem sagt á hvaða svæðum landsins, og það er á Suðurlandi við Faxaflóa, þar er skipsáróður, algeng kvöð á leiguliðum og náttúrulega á vertíðarsvæðinu, dreifingin sýnir eitthvað. Og máldagarnir eru skipuleg heimild sem er marktæk á sama hátt og jarðabókin og sýnir allt aðra dreifingu. Og ég tek hérna upp bara niðurstöðurnar af þeirri athugun. Athugun á máldögum, hún kemur heim við athugun á fornritum og fornskjölum og annálum, kemur heim við hinar heimildirnar að því leyti að flestar vísbendingar útgerð eru frá norðurhluta landsins, frá Breiðafirði og Austurum. Það eru lítil merki fiskveiðar frá suðvesturhorninu, áberandi lítil miðað við það sem við vitum síðari aldir. Það eru engin merki vetrarvertíðar mynstrið fyrir 1400. Þar eru annálarnir þó betri má segja með þessa einu vondu frétt frá Vestmannaeyjum sem staðfestir útgerð á vetrarvertíð. Annað sjóslys sem er ekki tímasett í annálnum, en það hlýtur að vera í sama áhlaupinu, fyrst það er gert að einni færslu í annálnum og það farast menn frá Vestmannaeyjum, frá suðurströndinni og alveg austur á Reyðarfjörð. Og hvað á maður að segja? Á maður að segja að þetta sé vetrarvertíð? Það er til sögn það, skráð á 17. öld, að einhver tími í fyrndinni hafi haustvertíð og Reyðarfirði geta náð fram í febrúar. Og þá hefði vetrarvertíð verið hafin við suðurströndina á síðari öldum að minnsta kosti. Það er möguleiki að tengja þetta saman þannig að það sjóslys, þetta hafi verið bara í byrjun febrúar, það sé ennþá verið að róa á Reyðarfirði og það sé byrjað að róa á Suðurlandi. En þetta gæti líka verið vorið. Eða, já, það er ekki eins góð staðfesting. En í máldögunum segir, þar eru lítil merki, maður getur ekki hort á alla þá dreifingu og ekkert ályktað að það sé Suðvesturland sem er aðal útgerðarsvæðið. Þegar einhver vísbendingur árstíma, það kemur fyrir að kirkjan eigi að fá ákveðið gjald af þeim sem róa á þessum tíma árs og eitthvað annað gjald af þeim sem róa á öðrum tíma árs. Það eru svolítið vísbendingar vertíðir í máldögunum, ekkert sem bendir til vetrarvertíðar í máldögum frá miðöldum. Þannig að það ber alltaf sama brunni það að þetta vetrarvertíðarmynstur sem við þekkjum frá síðaröldum og sem staðfestist kringum 1500 örugglega komið á, sjáum við
af Píningsdómi 1490 og þessum eftirmálum eftir aftöku Jóns Arasonar sem ég nefndi. Allt bera sama brunni að það mynstur sé ekki æva gamall, heldur hafi verið að mótast á 14. 15. öld, ekki fyrr. Og þetta sem sagt niðurstaða okkar eftir könnun sem eingöngu á ritheimildum. Þær segja náttúrulega ekki alla söguna og ekki hina endanlegu sögu. Ég veit ekki hvað langt við göngum í þessari einu grein, en það er náttúrulega næsta skrefið að bera saman við aðrar rannsóknir, við minjarnar og jafnvel bara það sem maður þekkir og hefur verið gefið út, rannsóknir sem sýna til dæmis að í Mývatnssveit var á fyrri hluta miðalda ekki bara verið að éta fisk, heldur flatta skreið, þegar hlutfall beinanna eru athuguð. Rannsóknir og ísótópum í mannabeinum sem sýna eitthvað sjávarfæðu. Það þýðir, já, það prótínhluti fæðunar, ekki endilega fiskur, það eru hvalur, selur, jafnvel fjörubeit getur haft einhver áhrif, en það hlýtur nú að vera fiskur samt mestan part. Sem sagt fyrirliggjandi rannsóknir á minjum, útgerðarminjum, minjum fiskverkun, minjum fiskneyslu og minjum bara náttúrufar, sjávarhita, annað við. Það þarf auðvitað að tengja þetta allt saman og það á minjasviðinu sem maður vonast eftir að frekari rannsóknir gefi nákvæmari mynd. Ég held að ritheimildirnar eigi ekki eftir að gefa neitt mikið meira en við erum komnir með. Nú og þetta verður breyting og það kallar á skýringar og nú sleppir því alveg sem við erum búnir að komast að niðurstöðu og eftirstanda bara spurningar sem við getum kastað út í loftið. Hvernig stendur á þessu? Á að leita skýringa á samfélagssviðinu? Er þetta breytingar á því hvernig nýting vinnuaflsins skipulögð? Það getur passað við margt annað. Í miðaldaheimildum sér maður að það ekki komin á svo hugsjón vinnuhörkunar sem ríkti á Íslandi á seinni öldum. Að minnstu kosti ekki gagnvart karlmönnum. Karlmenn á Íslandi fram á 13. öld, þeir eiga helst að vera setumenn sem hafa meira og minna lítið að gera, minnstu kosti á vissum ástímum. En svo á síðaröldum þá hugsjónin að þau nýta vinnuaflið, sitja ekki auðum höndum og náttúrulega vetrarvertíðin leið til þess að nýta vinnuaflið á þeim tíma sem lítið við að gera annars og að flytja vinnuaflið svona milli landshluta eins og Norrlendinga suður að Faxaflóa. Þetta er allt í þá áttina og vinnuharkan að láta menn róa á sjó háveturinn með þeim mannfórnum sem þá óhjákvæmilega kostaði. Það í stíl við aðra vinnuhörku sem við þekkjum frá síðaröldum frekar en miðöldum, þannig að samfélagsskýringar geta komið þarna við sögu. Hagrænar skýringar, á maður ekki hugsa markaðinn og framboð og eftirspurn og eitthvað svoleiðis. Já, framboð og eftirspurn eftir fiski í kaþólskum tíma, það þurfa allir að fasta, þannig að maður skildi ætla að þá þurfi fiskneyslan að vera nokkuð dreifð landið, allstaðar sama þörfin fyrir föstumat. Eftir að það breytist, þá skildi maður ætla að fólk lifi meira á fiski þar sem auðvelt að aflans, þar sem hann ódýr og kannski noti minni fisk í þeim landslutum þar sem það meiri vandkvæðum háð. Og eftirspurnin og á móti komi meiri eftirspurn eftir fiski til útflutnings. Fiskur skreiður útflutnings var á 14. öld, líka á 15. öld þegar utanlandsverslunin miklu meiri vegna þess að innflutningur hagstæðari. Það er akkur í því að framleiða mikið til útflutnings. Og þá ef eftirspurnin eftir góðri útflutningshæfri skreið, kannski komast Íslendingar í tengsl við betri markaði sem
vilja ekki lengur maðkuðu skreiðinu sem Norrlendingar gátu verkað á sumrin og vilja maðka lausa skreið, þá verður að verka á veturna, þá þarf að gera út á vetravertíð. Útgerðin á vetravertíð þá líka veitt úr hrygningargöngunni, þá er þorskurinn sjálfur búinn að sortera sig, þannig að það er hægt að veiða þorsk og fá lítið af smáfiski með. Það er hægt að fá mikið, það er hægt að verka mikið af útflutningshæfri skreið á vetravertíð, án þess að séu uppi með ofboðslega mikið af meðafla sem þarf að koma í lóg innanlands, þannig að hlutföllin milli innlendri eftirspurnar og eftirspurnar til útflutnings geta hafa breytt því eitthvað að útgerðin á vetravertíð sé einmitt það sem hentar, borgar sig. Nú svo hérna allra ábyrgðarlausasta spurningin. Var þorskurinn sama fyrirbærið í gamla daga eins og núna? Já, fiskar eru misjafnir. Við sjáum hvað makríllinn mikill tækifæri sinni. Svo höfum við Atlantshafsálinn sem svo íhalsamur enn í dag, þá hrygnir hann ekki annars staðar en í þeirri sprungu sem opnaðist fyrst þegar Atlantshafi byrjaði að myndast. Þorskurinn nær makrílnum held ég. Já, við sáum minnstakosti þessa ævintýralegu tilraun þorsksins til að koma upp hrygningarstofni af sér við Grænland sem gekk í 10-20 ár og stækkaði og svo hrundi hann. Var hrygningarstofn af íslenskum þorski við Norðurland sem hrundi á litlu ísöldinni. Er það tilviljun að það með litlu ísöldinni sem útgerðin á Íslandi færist á vetravertíðarsvæði? Það svona bara ein af þessum stóru spurningum og eitt af mörgu sem náttúrulega verður ekki svara nema út frá minjónum. Minjónum útgerðina, fiskverkunina og minjónum bara haffræðilegu minjónum, sjávarhita og annað slíkt. En þetta eru ábyrgðarlausar spurningar, fyrirgefiði. Það sem máli skiptir, það niðurstaðan af könnun okkar á ritheimildum sem bendir til þess að vetravertíðarmynstrið sé ekki eldra en að það hafi byrjað að þróast á 14. öld og mótast á þeirri 15. Takk fyrir. Takk hella fyrir þetta. Það var mjög spennandi. Ég held sem tíma fyrir kannski 1-2 spurningar. Já, Guðbjörg? Já, takk fyrir skemmtilega fyrirlestur. Ég var að velta fyrir mig hver afgerandi þetta vinnstöðum til Norður- og Suðurlands. Þú segir að sé litlar vísbendingar svona útgerð á Suðurlandsfjörðu í samvinnu við þessi dag. Hver litlar? Já, það eru sko, frá vetravertíðarsvæðinu eru færri einstakar heimildir í eiginlega öllum þessum flokkum, heldur frá Norðurlandi. Og hvað afgerandi, sko, það sem afgerandi, það hvað munurinn á seinni öldum rosalega mikil á mikilvægi þessara vetravertíðar og skreiðarverkunar á Suðvesturlandi, sérstaklega á vetravertíðinni sem svona aðalega frá Vestmannaeyjum og Akranes, svo svolítið seinna við Snæfellsnes, Breiðafjörð, Vestfirði. En sem sagt, munurinn á þessu rosalega vægi vetravertíðar og skreiðarverkunar í þessum landshluta og svo útræðisins á Norðurlandi og Austurlandi sem að vísu víða en það svona aðallega veiði í soðið eða minnstakosti ekki til sölu, í staðinn fara menn í verið landshlutanna á milli, flytja til sín fisk. Sko þetta svo afgerandi að manni finnst að í svona mörgum flokkum af miðaldaheimildum þá ætti mynstrið að birtast ef veruleikinn hefði verið svona afgerandi þá líka. En sjáum við þá samhliða því að það að í kringum 1400 þá minnka heimildir útgerð á Norðurlandi? Nei. Eða það bara hlutfallslega á Suðurlandi? Við sjáum hana ekki minnka og ég var með þetta dæmi frá Hólabiskupi á 15. öld. Hann getur skaffað skreið, vaglarinn að flytja hana svona,
hvað var þetta mörg hundruð hestburðir til að flytja undan jökli. Ég held þetta hljót að vera norðlensk framleiðsla og eins og ég sagði, sko, þetta er eitthvað vel yfir 100 tonna þorski hvort árið sem þarf í þannig að Það var á 15. öld. það er á 15. öld. Litla ísöldin er vísu byrjuð en hún var löng og ef við hugsaum okkur sko einhvern norrlenskan hrygningarstopp sem kuldin hafi murkað lífið úr, þá tekur það sinn tíma allt saman. Fleiri með spurningar? Helga, Ágúst? Ég ætla bara að fá að spyrja einhvern veginn samt við vinnuhörpuna. Eitthvað hugmyndafræði heyrðist mér að vera að tala sko, en heldur að þetta sé eitthvað sem að komin upp á páskum tíma. Sko ég veit það mjög lítið, maður sér þetta tengt aðallega við mótmælendur og kalvínst siðferði kannski sérstaklega, en svo eru sko á minnstakosti á 15. öld, þá eru mismunandi straumar í kaþólskunni og sem talaður sem svona undanfara siðskiptahugmyndanna og ég bara þori ekki að reyna að kortleggja það neitt nákvæmlega. Herru, takk fyrir þetta. Þá bara, ef það er eitthvað meira, þá fer það bara yfir í umræðu.